Fáir þekkja betur lífríki hafsbotnsins við Ísland en Jörundur Svavarsson, prófessor í sjávarlíffræði. Botnrannsóknir Jörundar beinast einkum að útbreiðslu tegunda, samsetningu þeirra og að lifnaðarháttum. Ísland hefur alveg feikilega stóra efnahagslögsögu, 750.000 ferkilometra, og þessi efnahagslögsaga mjög djúp. Mesta dýpi innan hennar eitthvað 3.000 metrar. Og það mjög fjölbreytilegt landslag og lífríki mjög illa þekkt. Þannig að það mjög spennandi að átta sig á því hvað einkennir íslenskt lífríki í sjó. Jörundur tók fyrir skemmstu þátt í leiðangri þýska rannsóknarskipsins Meteor í kringum Ísland og aflaði þá gagna botndýr. Í ferðinni voru gerðar merkar uppgötvanir. Þar fundum við meðal annars með minnst 3 nýjar tegundir af svona ormlaga lindýrum, áður óþekktar tegundir. Hluti af rannsóknum Jörundar beinist að því að meta hvaða umhverfisþættir móta lífríkið. Aukin hlýnun einn þeirra þátta sem geta haft verulega áhrif á hafið umhverfis landið og jafnvel á nytjastofna. Leið og hitastigið eykst og það hefur verið að aukast á grunnsvæði við 1 gráðu, það verður þetta geypilega mikil áhrif á lífverurnar. Þetta hefur áhrif náttúrulega á efnaskiptahraða lífverðanna, þannig að tegundirnar lifa við allt aðra aðstæður en það gerðu áður. Og það mikilvægt að átta sig á því hvaða áhrif hefur þetta á lífríki á Íslandsmiðum. Komum við til með að sjá breytta útbreiðslutegunda, komum við til með að sjá nýjar og tegundir sem ekki fundust áður og kom einhverjar tegundir til að hverfa. Og þessar breytingar verða sennilega mestar á grunnsævi. En við höfum líka áhuga á því að sjá hvað gerist í dýpri hlutum sjávar. Því að það ekki bara það að hitastigi breytist, með breyttu hitastigi þá breytist líka næringin sem kemur til botndýranna. Þannig að aðstæður allar breytast og það nauðsynlegt að gera sig grein fyrir þessum breytingum. Þessi smádýr eru jú fæða fiskana sem við erum að selja til neytenda.